mín reynsla hefur verið svo að það er eiginlega ótrúlegt hvað er hægt að gera margt þegar maður fer að fá upplýsingar þetta og breyta kannski mataræði, fara út að hreyfa sig, spjalla við fólk, hlæja, það er rosalega gott. Það er ekki allt grátur og gnístan annað í þessu samfélagi. Mér finnst ég að komast frekar létt í gegnum þetta en ég finna aðstandendur og eins börnin okkar að þau hafa svolítið tekið þetta inn á sig, sérstaklega fyrst þegar þetta kom upp. Kona mín hefur sótt stuðning meðal annars hingað og farið í viðtöl hér og það hefur gert henni mjög gott og auðveldar okkur að tala saman, tölum þá sama tungumál sem skiptir máli og hún veit þá hvað ég er að tala um og ég hvernig hennar upplifun er. Þetta hefur ekki verið síður erfitt fyrir hana, rauninni kannski stundum erfiðara. Því að þetta skref að stíga inn fyrir dyrnar bæði hér og annars staðar er mjög stórt. Maður kom hingað mjög leiður og leið ekki vel og svo fór maður út hoppandi gátur. Við magnað fyrirbæri þetta samtal. Mjög mikilvægt að vera ekki einn í þessu og vera í sambandi við einhvern annan. Alveg bara, mínum hugar er lykillinn að velja hann og bata í þessu ferli. Bara hugsa kannski meira framtíðina og svona, til að byrja með hugsaði maður, já, er hann orðið svona, er þetta bara búið. En svo þegar maður sér þetta og þegar að gangi gegnum þetta þá er bara að gera við deginum í dag, njóta þess að vera til. Og þegar ég komst við mesta svekkelsi, öll svekkelsis tímabili sem að voru að koma, þetta gekk ekki nógu vel og ég vildi að fara á lyf og þau eru kannski að duga en það fer ekki, ég er með þetta áfram og þá var svo mikilvægt að vera í núinu og hugsa bara hvað geri ég í dag, lifa í lausninni, hver er lausnin í mínu tilfelli. Get ég haft gaman í dag þó vissi með krabbamein. Og það hefur tekist bara nokkuð vel, en auðvitað detti inn í það stundum að hugsa hvað svo. Og hvað hugsa maður til framtíðarinnar, að allt í einu er lífið kannski búið, en svo er það kannski ekki. Kannski auðmjúkari, þakklátur fyrir hvern dag, skynjað að lífið er ekki sjálfgefið og það sé nauðsynlegt að lifa lífinu lifandi, vera jákvæður, hafa gaman að því, skiptir mjög miklu máli, kátur og hress að því marki sem hægt er. Og svo er þetta ákveðið góð tilfinning að geta hjálpað öðrum, sagt frá og vonandi að aðrir geti nýtt sér það sem maður er að segja. Það er jákvæð tilfinning og allt jákvæð sem maður fær í þessu ferli er gott. En ég legg mikla áherslu á við þá sem ég tala við að skoða þetta. Þó að menn vilji kannski ekki endilega vera í þessu en fara og prófa, skoða, ekki afnýta þið fyrirfram. Hringja, það er ekki mjög erfitt og senda tölvupóst líka, það er ein leið. Þá er maður komin í samband við einhvern og þá getur verið auðveldara að koma. Eða láta einhvern annan hringja fyrir sig og tala við, það er líka möguleiki. Ég hef stundu sagt að ég ætla að vera 90 ára gamall og labba þá Úlfarsfellið og svoleiðis að ég hef ágætis markmið.